Komið þið sæl og velkomin í þessa kynningu á afreksíþróttasviði Borgarholtsskóla. Ég heiti Sveinn Þorgeirsson og er verkefnisstjóri. Þessi kynning er ætluð öllum nemendum í 10. bekk grunnskóla og öðrum þeim sem eru á framhaldsskóla aldri og eru að hugsa sig um hvað þau að gera í framhaldsskólanum. Fyrir hverja er afreksíþróttasvið? Það er hugsað fyrir nemendur sem ætla að stunda nám sitt og íþróttina af miklum krafti og metnaði. Sviðið býður upp á að sameina þetta tvennt við flottar aðstæður með góðum þjálfurum. Sviðið var stofnað árið 2008 og er tengt bóknámi skólans. Íþróttir sem eru í boði eru fótbolti, handbolti, körfubolti og golf, ásamt íshokkí frá og með næsta hausti ef til þess næst þáttaka. Við höfum ákveðin gildi á sviðinu, þau eru agi, virðing og væntingar. Nemendur þurfa að búa yfir jákvæðu viðhorfi, vera stöðugt tilbúin að leita leiða til að bæta sig og að þiggja leiðsögn. Námi reynir á skipulagsfærni nemenda að flétta saman íþróttir, nám og einkalíf. Þetta viljum við kenna. Námið krefst vinnusemi og góðrar ástundunar. Það er ekki síður mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir því að vera á sviðinu, taka þátt í æfingunum og í þessum aðstæðum og umhverfi. Það eru hrein og klár forréttindi. Fyrirmyndi verkefnisins kemur frá skóla í Noregi sem heitir NTG og hefur í 3 áratugi skilað nemendum í fremstu röð í heiminum og hafa þær unnið til fjölda verðlauna á alþjóðlegum mótum. Vonandi verðum við í þeirri stöðu eftir einhver ár að geta stært okkur af flottum nemendum sem hafa útskrifast af afreksíþróttasviði. Að vera á afreksíþróttasviði þýðir að þið eru í áfanga sem eru 4 einingar á önn af það bil 18 til 20 einingum í heildina á hverju önn. Í hverju viku er að jafnaði 3 sinnum í afrekinu, ýmist í tækniæfingum, styrktaræfingum eða fyrirlestrum. 3 einingar í töflunni og 1 að fáið metna fyrir æfingar á kvöldin með íþróttafélögunum ykkar. Rík krafa er á nemendur að vera til fyrirmyndar í skólanum hvað varðar lífsstíl, námsárangur og almenna framkomu. Allar æfingarnar eru inn í stundatöflu, á mánudögum í hádeginu og á miðvikudögum og svo á fimmtudagsmorgnum. Nægur tími gefst til að ferðast á milli skólans og íþróttaaðstöðu og eru allir eldri nemendur duglegir við að skutla þeim sem yngri eru á milli. Meðfram æfingum eru fyrirlestrar í stoðgreinum sem eru íþróttasálfræði, næringarfræði og þjálffræði. Sú fræðsla fer fram í Borgarholtsskóla. Æfingar byrja strax í ágúst og standa fram undir lok nóvember þegar prófatímabil hefst og svo aftur byrja þær í janúar og út apríl og hætta rétt fyrir próf sem byrja í maí. Leyfi eru veitt fyrir keppnisferðum og með félögum og landsliði og kemur það því ekki niður á mætingar einhver nemenda en 95% mætingaskylda er að öðru leyti á nemendur í afrekinu. Krafa er á nemendur að þeir geri ráðstafanir gagnvart þeim tímum sem að þeir kunna missa af vegna keppnisferða og þurfa þeir að gera sérstakar ráðstafanir hvað var að verkefnaskil, yfirferð á efni og prófum sem þeir kunna missa af. Þá eru þeir í sambandi við kennara sína hvað það verðar og gera samninga þau efni. Hér má sjá hvernig námið er uppbyggt. Afrekið er uppbyggt þannig að kjarninn og kjörsvið haldast óskert og eru samtals 120 einingar. Afrekið er svo 24 einingar á 6 önnum sem að annars hefði verið íþrótteiningar, valeiningar og svo bætuðu við 4 einingum. Þannig að nemendur útskrifast af afreksíþróttasviði með 144 einingar, þar af 24 á sviðinu. Áherslan er í grunninn á þau tæknilegu atriði sem oft gefst lítill tími til að sinna á æfingum í íþróttafélögum. Þá er hraðaþjálfun sinnt þar sem hraði er einn mikilvægasti eiginleiki íþróttamanns og hann krefst sérstakrar þjálfunar. Aðstaðan er frábær. Fótboltinn æfir í Egilshöll við mjög góðar aðstæður, handboltinn og körfuboltinn í Dalhúsum í fjölnota íþróttahúsi Fjölnis og golfið er í Korpu á Básum. Bókleg kennsla fer fram í nýuppgerðum fyrirlestrarsal í Borgarholtsskóla. Hvað var að sérstaka þjónustu á afrekssviðinu, þá erum við viðbragðsáætlun vegna alvarlegra meiðsla
og tengingar við íþróttasálfræðing og næringaráðgjöf í þeim efnum. Ennfremur tengingar við lækna og sjúkraþjálfara í orkuhúsinu eftir því sem við á. Innifalið í 40.000 króna efnisgjaldi er eftirfarandi: boltar og önnur aðföng og æfingum, æfingafatnað sem skylda er að mæta í á hverri æfingu. Þar er verið að tala stuttbuxur, treyjur, peysu, sokka og svo fá nemendur tösku einnig. Á fyrsta ári fá nemendur rullu, jafnvægispúða og göngugreiningu ásamt því að fara í nýnemaferð í upphafi hausts. Þá eru sameiginlegir viðburðir á borð við skóhlífadaga þar sem eru þemadagar skólans og þar er boðið upp á mat og fyrirlestra og í vor þá fórum við í keilu. Allir þessi peningur fer því á einn eða annan hátt beint tilbaka í nemendur. Hér má sjá þjálfarateymið eins og það var í vetur og við erum ákaflega stolt af, enda teljum við að við séum með gríðarlega góða þjálfun í hverri grein. Landsliðsstyrkur er eitthvað sem er nýtt hjá okkur og byrja næsta haust. Þeir nemendur sem komast í lokahóp og taka þátt í verkefnum erlendis á vegum sérsambanda fá 25.000 króna ferðastyrk frá íþróttasviðinu. Þetta verður kynnt nánar næsta haust. Markmiðið er að nemendur á sviðinu fari að minnsta kosti eina utanlandsferð með sinni grein á meðan náminu stendur. Í fyrra fór handboltinn til Frakklands í frábæra ferð. Þar tók Gunnar Steinn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta á móti okkur og við æfðum og fylgdist með æfingum hjá honum með Nantes í Frakklandi ásamt því að horfa á Final Four í EHF Cup. Í vor fer svo körfuboltinn til Spánar að hitta Hörð Axel Vilhjálmsson en bróðir hans Hjalti er að þjálfa í körfunni. Golfið hefur farið svo til á hverju ári og þá gjarnan til Spánar til að æfa við bestu mögulegu aðstæður. Að lokum er lagt upp með það að fara með fótboltann strax í október í vetrarfríinu og þá líklega til London. Hugsanlega með tengingu við Tottenham eins og ráðgert var í vor. Ef þið hafið áhuga á að bæta ykkur í íþróttin ykkar og fá auka æfingar á skólatíma í skóla með flottu bóknámi ættu endilega að senda inn umsókn. Umsóknina finnið inn á bhs.is undir nám í boði og þar sjáu þið flipan afreks íþróttasvið. Þar getið nálgast prentvanna útgáfu af umsóknareyðublaðinu sem þið fyllið út og skilið á skrifstofu skólans í Grafarvogi við Mosaveg. Umsóknin er jafnframt samningur áfengis- og tóbaksleysi á meðan náminu stendur. Umsóknarferli hjá okkur hefur verið hert vegna aukinnar eftirspurnar og því förum við meðal annars fram á meðmælabréf með hverju umsókn, helst frá þjálfara í viðkomandi grein. Hér að lokum má svo sjá flotta hópin okkar sem við erum afar stolt af. Hér eru allar greinarnar samankomnar ásamt þjálfurum á litlu ólympíuleikunum okkar sem við heldum fyrir áramót. Ef þið hafið áhuga á að fá nánari kynningu fyrir ykkar hóp eða félag, endilega hafið samband við mig, Svein, í síma eða tölvupóst og við sendum þjálfara til að svara spurningum sem uppkoma. Takk kærlega fyrir.